Komið sæl og blessuð kæru eldmerki. Þá komið lestri fyrir ykkur. Þetta verður bara svona frjálst flæði eins og ég vil kalla það. Hrútur, ljón og bogamaður. Við ætlum bara að sjá hvað spilin vilja segja ykkur. Það sem eftir janúar og inn í febrúar. Og skoðum þetta bara svona eftir hendinni. Ok. Kæru eldmerki. Þið fáið hérna eldkónginn flotta sem ykkar fyrsta spil. Sem svolítið að segja mér að þið eru í essinu ykkar. Og svakaleg orka í gangi. Þetta vill hafi verið að ljúka verkefni eða eru að byrja á nýju verkefni. Kóngurinn í stöfum, eða eldkóngurinn, hann er kröftugur, fullur sjálfstrausts og styrks og gerir það sem hann ætlar sér, veit hvað hann vill. Og í þessu spili, þó að þetta sé kóngur, þetta er í raun og veru karlorka, sterk og kröftug karlorka. Þannig að einhvers konar verkefni er í gangi þar sem að ykkar kraftar hafa nýst eða eru að nýtast. Ok. Það er samt sem áður einhver vonbrigði hérna og þið eru að horfa til fortíðar með söknuði. Hvað er það sem þið saknuðu fortíðinni? Fortíðin er liðin, framtíðin er ekki komin. Það er núið sem skiptir máli. Það er allt til að líta til fortíðar á og til og endurmeta og ef til vill lagfæra það sem maður getur lagfært. En annars er best að reyna bara að sleppa fortíðinni sem mest og horfa bara til framtíðar og horfa á allt það fallega sem þú hefur í þessum bikurum sem eru uppréttir eða skálum eins og eru hér. Hinar skálarnar eru tómar og þýðir ekki að fást orðin hlut. Ok. En þið eru samt sem áður þrátt fyrir þessa svona tilfinningarlegu nostalgíu, skulum við segja. Og hafið þið hérna rosa mikinn kraft eins og ég var að tala með kónginum og líka er sólin hérna í ykkar svona hásæti. Sólin er, ég held ég fái ekki meiri kraft heldur en frá sólinni þar sem að hún lýsir upp allt sem hún kemur nálægt og þið vonandi takið öllu opnum örmum sem að hún færir ykkur. Sólin hefur, spilið sólin hefur alltaf áhrif inn í framtíðina og allt varðandi börn hefur hún jákvæð áhrif á. Þannig að þið virðist vera í einhvers konar mjög háu ferli, háum fasa í ykkar lífi, allavega í augnablikinu. Undir niðri þurfið þið kannski að kljást við einhvers konar bögg eða gagnrýni sem að þið vitið ekki alveg hvað þið eigið að gera við. Kannski farið þið ósjálfrátt í vörn til að reyna að verjast því sem kemur til ykkar.
Það getur verið gagnrýnisraddir, það getur verið öfund eða bara að fólk vilji fá hluta af því sem að þið eru með, sem er svona rosalega flott. Það sem skiptir máli fyrir ykkur er bara hreinlega að þið stíið niður fæti og svona verjið ykkar sjónarmið og verjið ykkar landamæri ef svo má segja. Þið getið ímyndað ykkur eins og þessi kona hér, einhvers konar búblu í kringum ykkur sem hrindi frá sér neikvæðum öflum og með því að taka ekki þátt í neikvæðni annara þá hafið þið í raun og veru losað ykkur svolítið undan því. En við skulum skoða betur aðdragandann að þessari stöðu sem þið eruð í og hann kemur í líki nýs verkefnis eða nýrrar fjárhagslegrar stöðu. Þetta verkefni ykkar getur tengst í að byggja eða byggja upp eða skapa mikið úr litlu. Allt sem hægt er að vinna með höndum og með fjármunum. Þannig að það er eitthvað nýtt hérna sem hefur komið þessu ferli af stað og hleypt allri þessari miklu orku af stað í kringum ykkur, kæru eldmerki. Og þið hafið fengið sólina með í lið, með ykkur í lið. Já, í tengslum við þessa fortíðarhyggju sem ég var að tala hérna áðan, þá eru þið svolítið að láta hugan trufla ykkur. Það er eins og þið framundan munið eiga erfitt með að taka ákvarðanir varðandi eitthvað málefni. Í staðinn fyrir að horfa bara beint fram á veginn og sjá hlutina skýrt og stefna takmarkinu ykkar, þá látið þið aðra hluti trufla ykkur dálítið mikið. Þið sjáu hvernig hrafnarnir gogga í hana úr sitt hvori áttinni. Þetta getur verið bara eitthvað tímabil sem að kemur upp og þið munið finna leiðina aftur. Þetta getur verið það sem ég var að tala áðan, neikvæðnisraddir sem að þið þurfið að vara ykkur svolítið á og ýta frá ykkur til að flækjast ekki inn í neikvæð mál. Þetta geta líka verið erfiða tilfinningar í tengslum við þessa fortíð hérna. Erfiða tilfinningar sem að þið neitið að horfast í augu við og ég finn það núna er ég að koma inn á eitthvað sem að mörg ykkar kæru eldmerki kannast við. Tilfinningar sem að gætu komið ykkur úr jafnvægi eða tilfinningar sem að þið þurfið að standa augliti til auglitis frammi fyrir einhverjum og svona gera upp mál. Ef til vill er það eitthvað slíkt sem að þið viljið forðast. En við skulum halda þess áfram. Það að tala út hlutina og ræða málin skýrt er það besta sem þið getið gert í þessari stöðu. Þið verðið að athuga það, kæru eldmerki, að ykkar skoðun þarf ekki endilega að vera skoðun allra í kringum ykkur. Hver og einn sér hlutina með sínum augum og það að vera
einstrengingslegur skilar ykkur yfirleitt bara neikvæðum viðbrögðum annara. Eins flott og klár og þið eruð og vinni hlutina drífandi af miklum krafti og eldmóði, þá þurfum við ef til vill að staldra þessi við og sjá hvort að það sé eitthvað sem þið hafi gleymt, eitthvað sem þið sjáuð ekki nógu skýrt eða eitthvað sem að þið forðist að ræða, ef til vill við ákveðna manneskju eða ákveðin hóp. En mörg ykkar eru hérna í þeirri stöðu að þið eru að læra nýja hluti, eruð opin og móttækileg svo lengi sem að það svona skekur ekki heimsmyndina ykkar of mikið. Þannig að kæru eldmerki, látið ekki eldinn alveg hlaupa með ykkur of langt. Staldrið aðeins við og hugsiði málið líka. Umhverfið færir ykkur allt sem þið þurfið. Þið búið yfir eiginleikum og hæfileikum sem eru einstakir og þið búið miklu sjálfstæði, ykkur tekst yfirleitt að gera hlutina svolítið upp á eigin spýtur, það er þessi drifkraftur sem fylgir eldinum. En þið megið kannski ekki alveg gleyma því að þið er ekki ein í heiminum. Það er að segja, það er fólk í kringum ykkur sem ef til vill stólar á ykkur eða vill fá að taka þátt í því sem að þið eru að gera. Og þið getið kennt mörgum. Þið hafið margt til brunns að bera og þið hafið marga þætti og marga hæfileika sem að þið getu svo auðveldlega leyft öðrum að læra af ef þið eru opin fyrir því. Afsakið. Ok. Hér kemur inn ótti við breytingar. Það að hlutirnir verði ekki eins og þeir hafa alltaf verið. Það er í raun og veru mjög ósanngjörn krafa að fara fram á slíkt. En hálft í hvoru eru þið að vonast eftir að hlutirnir breytist. En síðan eru þið líka hálft í hvoru smeyk við það að það gerist. Þið viljið, það má eiginlega segja kannski að þið viljið að hlutirnir breytist á ykkar forsendum eða á ykkar hátt. Það gerist ekki alltaf þannig, kæru eldmerki, þannig að þið verður svolítið að taka því bara. En þið munið standa frammi fyrir því að þurfa ef til vill að skipta skoðun varðandi eitthvað. Tjá ykkur öðruvísi að þið hafi gert, opna hugan aðeins meira, losa ykkur við fordóma sem þið hafi verið haldin. Í tengslum við hvað nákvæmlega get ég ekki alveg sagt, en mér finnst það þó tengjast í að þetta sem ég talaði áðan, að þið eru ekki alveg tilbúin að horfast í augu við hlutina. Og það getur tengst annarri manneskju eða manneskjum eða bara eitthvað hjá ykkur sjálfum sem þið eru ekki tilbúin fyrir. Réttlætinu verður fullnægt með og eftir breytingar sem koma inn, sem eru óhjákvæmilegar
þá mun komast aftur á jafnvægi. Og þetta jafnvægi er jafnvægi réttlætisins og athugið það, kæru eldmerki, það þarf ekki að vera réttlæti sem er ykkar réttlæti. Því að við höfum öll okkar skoðun á því hvað réttlæti er í hverju stöðu fyrir sig. Þetta réttlæti er það réttlæti sem alheimurinn kemur á og það jafnvægi sem að hann kemur á. Þannig að ef til vill á það ekki eftir að henta þér akkurat í á þeim tíma sem það gerist. En þá myndu bara sjá seinna meir að hlutirnir gátu ekki orðið neitt öðruvísi. Og þetta getur jafnvel komið fram sem einhvers konar missir fyrir ykkur. Eða eitthvað sem á eftir að raska ró ykkar verulega. Þá er að gera fyrir ykkur að virkja innri kraftin ykkar. En sólin skín allavega með ykkur núna og hlutinni verðast vera að ganga svo lengi sem þið látið ekki tilfinningarnar draga ykkur niður í þessa nostalgíu sem að hér var, þessa eftirsjá. Við kíkjum aðeins á það. Já, svörin sem þið þurfið er á leiðinni. Það verður bara vonbráðar, þið þurfið ekki að bíða lengi eftir þessum svörum. Hver sem þau eru. Hvað er það sem þið viljið vita, kæru eldmerki? Og þá minn ég aftur á að fortíðin er farin, framtíðin er ekki komin. En það er núið sem skiptir máli. Ok, krafturinn fer vaxandi. Þannig að það er ykkur uppbygging sem á sér stað hérna með vaxandi mána. Eitthvað sem hefur átt að vil byrja smátt, byrja kannski sem hugmynd, en er núna að taka á sig efnislega birtingu. Þetta getur verið hvað sem er, verkefni sem lýkur, hittingur fyrir mörg ykkar kæru eldmerki sem hefur staðið til lengi. Og tökum eitt í viðbót. Þið fáið öll lita afbrigði hérna. Bláan, bleikan og svo þessi fallegi fjólublái. Þarna eru tilfinningar sem að eru mjög ákafar. Emotions are running high. Undir næsta ofurmána, hvenær sem hann er. Þetta er orka ofurmánans sem að og fyrir mér sé ég þetta þannig að hér ert að bíða eftir svörum sem að koma síðan og það er eitthvað sem svona kyndir undir því að orkan vex og stækkar og síðan bara er ákveð svona hámark hérna þegar tilfinningarnar munu flæða. Þið eru ákaflega passionate, hvað er það á íslensku? Þið eru full af eldmóði og inspirasjón, kæru eldmerki. Passion er þetta ástríður og þær kynda oft þessar ástríður ykkar sem eru ríkar í ykkur, kynda oft undir tilfinningum. Og hvað gerist þegar að eldur hitar vatn? Jú, það fer að sjóða að lokum og myndast gufa, þannig að hérna og stundum síður upp úr. Þannig að þið bara megið að vona á miklum svona tilfinningasveiflum, bara ég óska ykkur bæði til hamingju með það og vona að það sé jákvætt fyrir ykkur.
En við ykkur líka fara varlega í tilfinningaofsanum. Eitt spil hérna enn fyrir ykkur. Síðasta spili. Sjáum hvað þið fáið. Já, þetta spil svolítið líkt öðru spili sem að held ég að Vatnsmerkin fengu á hann. Það var að vera að tala um symfóníu. Hér er verið að tala um fullkominn samhljóm. Symfóníuhljómsveitir spila í fullkomnum samhljómi eða þurfa að gera það til að verkið gengur upp. Þetta getur verið þú og einhver annar aðili í fullkomnum samhljómi. Að þið séu að tala sama tungumál, að þið séu á sömu vídd, sömu tilfinningar í gangi, afsakið, að því að við erum að tala hérna um svona mikla tilfinningar. Ef að þetta verkefni sem þú hefur verið að vinna, kæri eldmerki, tengist einhverjum öðrum, þá hafið þið þurft að vinna saman á svona dálítið fullkominn hátt til þess að hlutirnir hafi loksins gengið upp og klárast. Og ég hef á tilfinningunni að þetta er það sem að er framundan fyrir þig, ef við viljum leið og jafnvægið hérna og réttlætið kemst á sem að kom hérna upp áðan. Ok, kæru eldmerki. Ég vona að þið hafið fundið eitthvað sannleikskorn í þessum lestri, allavega haft gaman á honum. Þá óska ég ykkur bara alls hins besta, takk ykkur fyrir, ljós og kærleikur.